Sólborg Guðbrandsdóttir, rithöfundur, velkomin. Takk fyrir. Það ótt að segja að þú hafi komið með miklum látum inn á bókamarkaðinn með þinni fyrstu bók sem heitir Fávitar. Og það var hvenær? Það var 2020, jólinn 2020. Já, þú ert búin að vera hverju árinu, eða þú ert að fara að koma þriðja ári í röð með bók. Já, einmitt. Og og svo komstu með aðra bók í fyrra sem var líka Fávitar. Aðeins færri. Aðeins færri Fávitar og aðeins breytt innihald eða öðruvísi heldur nú fyrstu bókinni. Einmitt. En og nú ertu að mæta með þriðju bókina sem heitir hvað? Fávitar og fjölbreytileikinn. Akkurat. Yes, og hún fjallar hinseginleika. Já. Og hvað tengist það málefni þessum bókum? Sko, já, af því að þetta er eiginlega allt svolítið svona kyn- og kynjafræðslu bækur. Þetta er allt jafnréttismál og skrifuð svona mestu leyti fyrir unglinga, þannig að þetta helst alveg svona í hendur. Þetta er allt saman partur af sömu fræðslubókarröðinni í rauninni, en kannski ólíkt innihald eða einhverju leyti, en það eiga allar eitthvað sameiginlegt líka. Ok, rifjum aðeins upp á hverju þú byrjaðir og hvað var það sem rakði áfram í fyrstu bókina sem fékk glimrandi móttökur? Já, ég var með Instagram sem hét Fávitar, þar sem ég var svona að reyna að varpa ljósi á magn stafræns kynferðisofbeldis á netinu og bara svona kynferðisofbeldis almennt í daglegu lífi hjá fólki á Íslandi. Og sú vinna varð smám saman að því að ég fór að flytja fyrirlestra fyrir unglinga í skólum og félagsmiðstöðum á Íslandi og krakkarnir voru þá að spyrja mig alls konar spurninga út í alls konar hluti tengda bara samskiptum og kynþroskanum og bara alls konar kynlífi og svoleiðis, og var að fá þessar spurningar líka á samfélagsmiðlum. Þannig að fyrsta bókin er í raun og veru bara samantekt af þessum spurningum sem ég var að fá sendar til mín, svona algengustu spurningarnar. Þar sem mig langaði eiginlega bara að koma þessu öllu saman í eina bók og svara þessum spurningum í einum pakka. Þannig að þau gætu fundið alls konar svör við þessum pælingum sem þau voru með á einum stað. Af því að þetta eru einmitt pælingar sem maður sjálfur var með sem unglingur og næstu kynslóðir verður líka með svipaðar pælingar, þannig að mér fannst mikilvægt að eiga þetta einhvers staðar. Það er mikið kynlífsumræðu, það er mikil kynlífsumræðu í fyrstu bókinni. Já. Þetta er eiginlega eingöngu þannig. Já, kynlíf líkaminn og alls konar svoleiðis. Ég tala ofbeldi og þú veist. Og þegar þetta gerist, þá var eiginlega engin svona bók, hvað ég að segja, það var lítið framboð á svona efni á markaðanum, í bókaformi. Já, ég veit ekki til þess að það séu til svipaðar bækur á íslensku allavega. Já, mjög mikið myndskreytt og... Já, mér langaði að hafa þetta standað næði til úlingana, en heldur ekki að þetta er fráhrindandi fyrir fullorðið fólk, af því ég er líka viss um að fullt af fullorðnu fólki getur lært alls konar af því að lesa þessar bækur, Svaka fína móttökur sem færð með Fávitum 1 og svo koma aðeins færri Fávitar, og hvað er þetta að segja í bók nr. 2? Aðeins færri Fávitar er svona bók eiginlega samskipti kynjanna. Hún fjallar meira samskipti á meðan, eins og ég segi, hinn er kannski meira líffræðilega tengda hluti og svoleiðis. Þar er ég að tala samskipti í kynlífi, samskipti í nánum samböndum, ég er að tala höfnun í þessu og alls konar svoleiðis. Og mér fannst það líka bara mikilvægt að fræða bara heilbrigð samskipti, af því að það er líka forvörn gegn kynferðisofbeldi að við fáum unga fólki til að ræða saman þessar hluti, þannig að þau séu ekki ómeðvitað að brjóta hvert á öðru, af því það er líka að gerast út af bara miklu klámáorfi og lítilli kynfræðslu. Þannig að bók nr. 2 er svona sérstaklega einbráð því að fræða bara mikilvægi þess að þau séu að tala saman. En hver hafa svona viðbrögðin verið í rauninni? Þú veist, nú ertu búið með 2 bækur, þú ert að fjalla efni sem hefur sáralítið verið fjallað eins og ég segi, í útgáfu, einhver á samfélagsmiðlum, en hvernig svona, svo ákveður að fara í bók nr. 3, hvað ertu eiginlega, hvatti þetta þér svona mikið áfram að þú sér bara, við bætum við núna 3. bókinni og þá ert að fara svona í tengda hluti? Eiginlega. Ég bara komst að með fyrstu bókina, mér finnst ógeðslega gaman að skrifa. Ég lærði það líka að það er lítið framboð af allavega sambærilegum bókum. Og þú veist, ég fengi bara miklu betri viðbrögð heldur en ég bjóst eiginlega við þegar ég var að til dæmis gefa út fyrstu bókina.
ég bjóst við alveg að fá miklu meiri svona, andspyrnu heldur en ég fékk svo. Neikvæðni svolítið út á efninu? Já, kannski líka sko af því að, þú veist, ég er ekki háskólamenntuð á þessu sviði, en ég hef samt sem áður, sko, það fer að vera komið 7 ára eða eitthvað sem ég hef búin að vera að starfa við þetta, þar sem ég hef verið að bara afla mér mikillar þekkingar og svona hef verið ég hef verið að tileininga mér þetta allt saman og læra frá sérfræðingunum okkar. Þannig að ég tel mig alveg vera hæfa til að vera að skrifa þessa bækur, en ég skrifa þær heldur ekki alveg ein. Ég fæ rosa mikil hjálp frá góðu fólki sem að þekkir þessu hluti betur heldur en ég. Þannig að þetta alveg, þessar bækur alveg verkefni fleiri aðila, sko. Og það kannski svona, það sem ég þykir rosa vænt í tengslum við þessar bækur, að þetta er teymisvinna og kannski svona að einhverju leyti svona samfélagslegt verkefni. Að þetta er fyrir unglingan okkar og börnin okkar. Já, ráðherra kallaði þig til þess að fjalla þessi mál og skipaði eitthvað starfshóp og þú ert búin að vera að gera í sjónvarpsþáttum líka? Einmitt, já, ég var með þætti. Hvernig var það? Ógeðslega gaman. Ég gerði þætti með Stöð 2 sem að Ketchup Creatives framleiddi. Þar vorum við að fara svolítið í, freka kannski samskiptin eins og í bók nr. 2. Og það eru bara kynfræðslu þættir líka og ég held að við séum einhvern veginn aldrei búin að fræða þessa hluti. Við erum bara að gera þetta í ólíku formi, það eru bækur, það eru þættir, samfélagsmiðlar. Við getum nýtt alls konar leiðir til að ná til krakkana og mér finnst mikilvægt líka að við reynum að ná til þeirra á þann hátt sem þau tengja við. Og það er ofta einmitt með þessu kontenti, þú veist, aðallega á samfélagsmiðlum en líka með þetta geta réttin bara eitthvað. Já. En hvaða tilfinningu hefur fyrir frá því að þú kemur með þetta fram? Hvernig finnst þér hvernig upplifirðu unga fólkið í dag? Er að verða eitthvað breyting? Eða ertu sátt við þróunina? Já, ég er það algjörlega og ég myndi skrifa þessar bækur sko fyrir öll, þannig að þetta sé ekki bara unglingarnir sem ég er að hvetja til að fræðast. Þannig að unglingarnir geti líka gefið foreldrum sínum eða forráðamönnum, gefið sínum og öfum eða frænku og frænda. Ég held að sé oft miklu mikilvægara að fræða starfsfólki í skólum heldur en að fræða nemendurna í skólum, að við fræðum foreldrana í staðinn fyrir börnin. Það eru kynslóðirnar sem eru stundum því miður að halda svolítið fast í svona var þetta hérna í gamla daga, þetta það sem ég þekki, en unga fólki er kannski móttækilegra fyrir þessum breytingum og þessari, þú veist, ég til jákvæðri þróun, hvað þessi málefni varðar. En ég er mjög ánægð með unga fólki okkar sem er líka að garga á að þau vilji fá þessu breytingar í gegn, er að krefjast þess af ráðherrum og skólastjórnendum að hlutinni breytist. Þannig að þrátt fyrir það séu, þú veist, það eru svartir sauðir allstaðar, að þá held ég að við séum að þróast í rétta átt, en það gerist ekki sjálfu sér, þannig að við þurfum að halda þessari baráttu áfram. Í hvaða bekk var aftur sem það var kynfræðsla? Var það í 4. bekk eða var það í 8. bekk eða eitthvað? Ég var sjálf eða þegar þú varst í... Já, líka ég. Já. Það var það sem það var bara einn kapli í einni... Akkúrat, það var ein blaðsíða samfélagsfræði eða eitthvað. Sem var flett hratt yfir. Já, það var flett hratt yfir. Kennarinn roðnaði svolítið í kinnunum og það var helst ekki verið að tala þetta. Ég held við eigum öll svona sögur að hvernig kynfræðslan var hrikalega hallærisleg þegar við vorum hérna í skóla. Þetta auðvitað breytast. En ég væri til að sjá miklu hraðari breytingar á þessu. Ég man eftir því að þú veist, skólihjúkrunarfræðingurinn kom einhvern veginn til okkar og setti smokk á banana og þetta var einhvern veginn, stundum var vandræðalegt. Og ég man við fengum að sjá myndir af mjög sýktum kynfærum upp á töflu til að fræða okkur kynsjúkdóma og af hverju ættum bara að forðast að fá kynsjúkdóma og eins mikilvægt að vera að fá að vita þessa hluti, þú veist, að vita getnaðarvarnir og mögulega kynsjúkdóma hættu og svoleiðis. Þá vantar, finnst mér inn í kynfræðsluna, allavega það hefði vantað þegar ég var unglingur, ég vona að það sé að breytast, að þú veist, kynlíf sé alls konar og fyrir alla sem vilja og þessi engin pressa og kynlíf á að vera gott fyrir okkur og alls konar svona, þú veist, þetta mætti vera jákvæðri umfjöllun frekar en svona, þú veist, skammast sín fyrir þetta og ekki gera of mikið af þessu, ekki með hverjum sem er og þú veist, mér svolítið verið svona, það er ennþá smá hræðslu áráður finnst mér í tengslu með þetta, þegar þetta er svo eðlilegur hlutur. En hver hafa svona viðbrögð kennara verið, þú veist, í grunnskólum sem að eru náttúrulega að kenna ungmennum? Þau hafa verið góð. Já. Og ég veit bara að, einmitt, eins og segið, það skortir stundum námsefni. Það eru fullt af frábæru starfsfólki í skólum sem að vilja vinna þessa vinnu og eru að gera það og mörgum stöðum ofboðslega vel.
En svo aftur á móti þá má það ekki vera háð búsetu nemanda hvort þau sé að fá góða fræðslu eða ekki. Það þarf bara að vera markvisst tryggt inn í skólakerfið að þau sé að fá þessa fræðslu og ég veit til þess að báðar þessar bækur og þær eru kenndar í mörgum skólum, grunn- og framhaldsskólum, nýttar semst í kennslu í kynjafræði eða kynfræðslu. Þannig að ég bara fengi rosa góðar undirtektir frá starfsfólki í skóla og ég er nú þegar búin að selja mörg eintök til grunnskóla á Íslandi með 3. bókina sem væntanleg til landsins. Segðu okkur aðeins meira bók númer 3 hjá þér, hinseginleiki. Já, hún fjallar eins og segir hinseginleikann og þar er ég að fara yfir bara, alls konar, hvað maður að segja, alls konar hliðar hinseginleikans. Ég kannski tækla hann ekki allan en ég svona reyna á eins einfaldan máta og ég mögulega gat að fræða fólk hvað þetta þýðir allt saman. Og í hverju þetta felst, það felst að vera hinsegin, fyrir að vera ólíkar kynhneigðir, ólíka kynvitund. Í bókinni erum við að fara yfir reynslusögur hjá hinsegin fólki af því að vera hinsegin á Íslandi. Það eru alls konar ráðleggingar, það er ráðgjafi sem að starfaði sem ráðgjafi hjá samtökunum 78 sem að fer yfir spurningar varðandi það að koma út úr skápnum. Það er hugtakakafli fremst í bókinni þar sem ég fer yfir svona orð sem að fólk gæti kannski ekki skilið en þá getur að fara fremst í bókinni og það er þetta sem þetta þýðir. Og ég held að leið að við erum búin að tryggja þessu svona grunnþekkingu samfélagsins á hinseginleikanum að þá gangi þetta betur. Af því að mín upplifun er svo að fólk stundum svolítið upp á öxlum og bara ég skil ekkert, ég veit ekki hvað þetta þýðir. En þá er það samt sem áður líka okkar eigin ábyrgð að afla okkur þekkingarinnar, að fræða, að við fræðum hvert annað þegar við vitum betur. Hvernig hefur þú fengið þekkingu, svona mikla þekkingu á þessu? Þannig að þú treystið þig til þess að gefa út bók þetta? Ég bara hlusta og spyr. Ég tala við sérfræðingan okkar, ég vil reyna að læra og þannig kemst maður áfram með þetta en í tengslu með þessa bók einmitt af því að ég er ekki sérfræðingur í hinsegin málefnum, það er fullt af hinsegin fólki sem kemur að bókinni, aðilar frá hagsmuna- og baráttusamtökum á borð við samtökin 78, Trans Ísland, Intersex Ísland, Ásar á Íslandi lásu yfir hluta efnisins í bókinni minni og hjálpuðu mér með ákveðnar útfærslur og leiðréttingar og svoleiðis sem ég er mjög þakklát fyrir, þannig að þetta er alls ekki bók sem ég skrifaði ein. Og, En hvernig er hinseginleikin á Íslandi til dæmis í dag? Eru enn miklir fordómar í gangi? Já. Það eru miklir fordómar ennþá í Íslandi þráttur að við séum komin langt með við önnur lönd og það er kannski mitt máli að þau sem eru ekki hinsegin halda oft að við séum komin lengra heldur en raun ber vitni af því að þegar við upplifum fordóman ekki á eigin skinni að þá einhvern veginn komumst við svolítið bara áfram í gegnum lífi og í gegnum samfélagi bara í okkur svona eigin búblu og þurfum í raun og vera ekkert að horfast í augu við það sem kannski aðrir eru að upplifa. En fordómar eru einhvern veginn samfélagslegt vandamál og það er okkur samfélagslega ábyrgð finnst mér að reyna að horfast í augu við þetta og skilja okkur þetta og reyna þá að koma í veg fyrir að þetta haldi áfram að grassera í samfélaginu okkar. Þannig að við eigum ennþá mjög langt í land og það er alveg frekar gömul tugga finnst mér að vera alltaf, ég meina við erum besti í jafnrétti á Íslandi en það er bara ekki nóg að vera bestur í tossabekk Þannig að við þurfum að halda áfram að reyna að fræða okkur sjálf og fræða hvert annað þegar við vitum betur og grípa inn í líka þegar við erum vitni á ofbeldi. Því að ofbeldi gegn hinsegin fólki er ekki bara eitthvað vandamál sem hinsegin fólk á þurfa að tækla. Það er búið að birtast mörg dæmi á undanförnu í fjölmiðlum og samfélagsmiðlum slæma stöðu. Já. Algjörlega, því miður og oft bara mjög ungi krakkar sem eru að lenda í bara viðbjóðslegum hlutum. Hinsegin fólk hefur verið að segja frá því núna að þau sé að lenda í því að sé verið að gelta á þau í almenningi og litla hlutgerfingin og niðurlægingin, þetta er bara algjörlega galið og þá velti ég líka fyrir mig bara hver eru við ef við erum farin að gelta á eitthvað annað fólk og fyrir hvað? Fyrir að þau séu að vera þau sjálf, fyrir að þau elski fólk. Af hverju það allt í orðið eitthvað sem við eigum að reyna að smætta eða gera lítið úr. Það sé bara miklu meira fólki sem er að þessu heldur en þau sem þau eru að gelta á. Þetta er bara algjörlega galið ástand. En gott þetta sé aftur á móti að komast upp á yfirborði, þannig að við séum meðvituð að þetta sé eiga sér stað. Og vantar þarna líka, fræðslu í skólakerfi til dæmis þetta, eða vill skólakerfið ekki ræða þetta, vill bara íta þessu frá, þetta á bara að gerast eða? Þetta á auðvitað að vera hluti bara af aðalnámskrá, hluti af aðalnámskrá að fræðum jafnréttismál og svoleiðis og ræða hinseginleika og hinsegin málefni, en þetta er ólíkt eftir skólum. Sumir skólar eru að sinna þessu mjög vel, aðrir eru ekki að sinna þessu vel
og þetta má ekki vera eftir hendisemi skólastjórnenda eða kennara hvort þessu sé sinnt og hvernig þessu sinnt. Þannig að já, það má bara gera miklu betur allsstaðar, en auðvitað þetta heldur ekki bara vandamál skólana, þetta líka á foreldrum og fullorðnu fólki, þú veist að við grípum inn í og við leiðréttum rangfærslur og fræðum okkur sjálf. Þetta byrjar oft líka hjá foreldrum og við þurfum að pæla í því hvað erum við að segja fyrir framan börnin okkar, við börnin okkar, af því að þau eru eins og svampar og þau sjúga þetta allt að sér sko, og oft hluti sem við áttum okkur ekkert á því að þau séu að pæla í að það hafi heyrt. Þannig að ef við ætlum að vera fyrirmyndir og viljum að fræða unga fólki okkar, þá þurfum við að byrja á því að pæla í okkur sjálfum. Svona að lokum, þú ert að detta inn í jólabókaflóð, þinn tími, tími rithöfundana. Einmitt, ég ætla að halda útgáfupartí í fyrsta skipti. Ég ætla að halda útgáfupartí þegar ég gaf út fyrstu bókina, þá var COVID. Ég ætla að halda útgáfupartí þegar ég gaf út bók nr. 2, þá var COVID. Herru, svo COVID búið og ég gef út þætti. Þannig ég ætla heldur betur að halda útgáfupartí fyrir þættina. Nei, appelsínugul viðvörun og snjóstormur. Þannig nú ætla ég að halda partí og ég ætla að bjóða öllum, næstu öllum. Glæsilegt. Til hamingju og gangi þér vel. Takk fyrir kærlega.